Komið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að skella saman 3 köflum í heftinu, það er að segja 22a, b og c, þar sem að allir þessir kaflar fjalla færslur í hnitakerfi og þessar 3 tegundir af færslum sem við tökum fyrir eru hliðrun, snúningur og speglun. Við skulum byrja á að rifja aðeins upp hnitakerfi, en hnitakerfi er það sem við sjáum hérna á skjánum og í hnitakerfið er hérna búið að setja punktana A, B, C og D og skoðum aðeins hvernig hnit fyrir þá eru fengin og skráð. En þar sem þessi 2 ásar skerast, sem sagt x-ás og y-ás, það er svokallaður upphafspunktur og hnit eru gefin upp miðað við þennan upphafspunkt, sem sagt hversu langt þarf ég að færa mig til hliðar og upp eða niður út frá upphafspunktinum og það gefur til kynna hnit hvers punkt. Og við sjáum að hnit eru gefin upp í svona sviga, þar sem að fyrri talan segir til færslu eftir x-ásnum, sem sagt lárétt, en aftari talan segir til færslu eftir y-ás, sem er þá lóðrétt. Við vorum búin að fara aðeins yfir þetta í tengslu við gröf í algebrunni, þannig ég ætla að hlaupa hratt yfir. En þegar við erum að fara til hægri eða upp, þá er talan jákvæð, en ef við förum til vinstri eða niður, þá er talan neikvæð. Og rennum aðeins yfir hérna nokkuð dæmi til uppröðunar. Ef við byrjum á að skoða hnit fyrir punktinn A, þá fer ég til hægri og upp, sem þýðir að báðar tölurnar eru jákvæðar, 5 til hægri og 3 upp. B aftur á móti þá fer ég niður eftir y-ás og til vinstri eftir x-ás. Byrjum alltaf á færslunum til hliðar, það sem er -3 á undan. Það er 3 til hliðar og svo -1 niður. Og svo sjáum við að þetta blandast í hnitunum C og D, þess þá bæði jákvæð tala og neikvæð tala sem lýsir hnitinu. Við skulum snúa okkur að þessum færslum og byrjum á að skoða aðeins hliðrun. Og hliðrun er þannig að mynd færist til í hnitakerfi án þess að henni sé snúið eða speglað. Það er að segja hún bara eins og henni sé lyft og labba með hann eitthvað hann í hnitakerfinu. Það kallast þá hliðrun. Og hér sáum við hvernig þetta gerðist í þessu snjalla forriti sem ég styðst stundum við. Og til að lýsa þessari færslu eða lýsa þessari hliðrun, þá hafa allir punktarnir færst jafn mikið, það er að segja 7 reiti upp og 6 reiti til vinstri. Og þannig var hægt að lýsa þessari hliðrun. Kíkjum aðeins á snúning og það er kannski aðeins flóknara að sýna það í svona tölvu útskýringum eða myndbandi. Ég ætla samt að reyna. Og þetta er tiltölulega einfalt ef að við erum með mynd sem snýst svona þægilegan gráðufjölda. En eins og kemur fram í bleikakassanum þá þurfum við í fyrsta lagi að taka fram ætlum við að snúa myndinni réttsælis eða rangsælis. Og réttsælis er þessi átt, sömu átt og klukkan gengur og rangsælis er þá ef klukkan myndi ganga tilbaka. Og svo þurfum við líka að taka fram hvaða punkt ætlum við að snúa og loks hve margar gráður. Og ef við skoðum þessa færslu hér, þar sem að búið er að snúa myndinum 90 gráður, þá myndi ég segja að auðveld leið til að gera þetta væri að taka bara bökunarpappír og leggja yfir upphaflegu myndina eða einhvern pappír sem er þægilegt að teikna í gegn og rissa upp þríhyrninginn sem við erum að fara að snúa. Og ef ég ætlaði síðan að snúa þennan miðpunkt hérna 0,0, þá myndi ég bara setja blýantsoddinn þar ofan í bökunarpappírinn og snúa honum síðan 90 gráður, sem er tiltölulega auðvelt að sjá hversu margar gráður eru, það er 1/4 úr hring. Og sama ef ég ætlaði að snúa 180 gráður, þá væri hægt að nota þessa bökunarpappírs aðferð. En máli kannski vandast aðeins ef við ætlum að snúa 60 gráður eða 47 gráður eitthvað slíkt. Þá þyrftum við kannski að mæla með gráðubúa og nota hringfara til að hjálpa okkur líka. Ég ætla að reyna að sýna ykkur það hvernig þetta virkar í svona tölvu útskýringum og athugum bara hvernig það gengur. Nú hér er ég með mynd af kassa sem ég ætla að reyna að snúa, þessum kassa hér. Og eins og stendur hérna í horninu þá ætla ég að snúa 60 gráður. Ég ætla að snúa réttsælis og ég ætla að snúa punktinn -1,-1.
sem þá þessi punktur hérna á myndinni. Og það sem ég myndi byrja á að gera var að taka gráðuboga og setja hann þannig að upphafspunktur gráðubogans, eða sá punktur sem við mælum út frá, hann liggur á punktinu sem við ætlum að snúa um. Nú, annað sem ég þyrfti að passa er að sá punktur sem við ætlum að snúa fyrst, og við gefum okkur að það sé þessi hotpunktur hérna á kassanum hjá mér, eða ferhyrningnum, og þá þyrfti 0 gráðurnar að liggja þar. Nú, þar sem ég ætla að snúa þessum 60 gráður, þá myndi ég draga línu sem sýnir hérna 60 gráður og hún er komin hérna rauð inn á myndina, og þá get ég tekið gráðubogann í burtu. Í staðinn ætla ég að taka hringfara og leggja þá annan oddinn í punktinn sem ég sný sem á væntanlega myndi vera jafnoddurinn á hringfaranum. Hinn oddinn sem væri þá blýanturinn, og það snúi öfugt hjá mér hérna á myndinni, og þá myndi blýanturinn vera í þeim punkti sem ég er að fara að snúa. Það er að segja þessum punkti hér. Nú, síðan myndi ég reyna, þó mér takist ekki hérna á þessari mynd, að láta hringfaran snúast á þess að hann stækkaði minnki þangað til að ég er komin á rauðu línuna sem ég teiknaði. Það var sem sagt 60 gráðu snúningur, og þá er ég komin með hérna. Þannig þessi punktur hefur núna færst hingað. Og síðan þyrfti ég bara að endurtaka þetta fyrir hina punktana. Það er að segja fyrir hennar punkt hér, hér og hér. Og þá myndi ég fá 4 punkta einhversstaðar hérna og gæti þá dregið myndina þar í gegn. En eins og ég sagði, það er ekki þægilegt að sýna þetta í svona tölvuforriti. Þannig að ég hvet ykkur til að leita til kennarans ykkar í næsta tíma ef þið náðu þessu ekki. Nú, síðasta færslan af þessum þremur er speglun, og speglun á sér stað þegar hluti fer speglunarás, og það sem einkennir speglun er að spegilmyndin sem kemur fram, hún er alltaf jafn langt frá speglunarásnum og upphaflega myndin. Þannig að við getum merkt inn línu sem á að tákna þá speglunarásinn, sem er þá línan sem á að speglast og ef ég ætla að spegla þessum þrýhyrningi rauðu línuna, þá þarf ég að taka hvern einasta punkt og færa hann hornrétt á speglunarásinn. Það er að segja að ég má ekki færa punktin eitthvað svona skakkan, heldur þarf hann að vera hornréttur á speglunarásinn, og þann ger ég fyrir hvern einasta punkt og fæð þannig út fyrir þennan þrýhyrning 3 nýja punkta hinum megin við línuna og dreg þá línur þar í gegn og er komin með myndina. Nú, speglunarás þarf ekki endilega að vera láréttur eða lóðréttur. Hann getur verið svona á ská eins og hér, en samt sem áður er aðferðin svo sama. Ég myndi fara hornrétt á speglunarlínuna, þannig fyrir maður sem punkti hér, og þá þarf ég að fara 1, 2 og hálfur á línuna, og þá aftur hálfur, 1 og 2 hinum megin, og þannig er ég komið með þennan punkt. Og sama hérna með punktin uppi, ég fer 1 hornrétt og þá 1 hinum megin líka, næsti punktur, og sömuleiðis hérna 1, 2 og svo framvegis og enda hér. En þannig er ég búinn að fara núna með ykkur í gegnum þessar 3 færslu aðferðir, og ég þykist vita að þið hafið séð þær allar áður, en að lokum ætla ég líka bara að benda ykkur á að það er ekkert sem segir að það sé hægt að beita 2 eða jafnvel fleiri færslum á einu og sömu myndina. Það er að segja að flutningur getur verið þannig að fyrst snúum við, og þegar við erum búin að snúa þá fyrir að spegla, eða jafnvel hliðra fyrst og svo snúa og jafnvel spegla eftir það. Þannig að ef við skoðum færslu sem hefur átt sér stað hér frá græna þrýhyrningnum yfir í þann rauða, þá væri hægt að lýsa henni svona. Við byrjuðum á að hliðra þrýhyrningnum eitthvað til og síðan var hann snúið. Og sömuleiðis var hægt að spyrja hér hvað hefðum við gert frá græna yfir í þennan bláa. Og það hefur augljóslega átt sér stað einhver speglun, og þegar búið var að spegla hann þá hefur hún verið hliðrað líka.
En með þessum orðum ætla ég að kveðja ykkur að sinni. Takk fyrir að hlýða.